Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesjamagasín í Dimbil viku. Í þætti vikunar hittum við nýráðinn lýðheilsufræðing Reykjanesbæjar, förum á söguslóðir í Grindavík, sjáum nýtt myndband og lag frá Má Gunnarsinni og endum svo á flottu myndskeiði frá gosinu í Geldingadölum. En byrjum með Guðrúnu Magnúsdóttur, lýðheilsufræðingi Reykjanesbæjar, en hún tók til starfa á síðasta ári. Velkomin Guðrún Magnúsdóttir, lýðheilsufræðingur Reykjanesbæjar. Já, takk fyrir það og takk fyrir að bjóða mér. Þetta svolítið merkilegt, finnst okkur. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkti sem sagt lýðheilsustefnu bæjarfélagsins núna í desember síðastliðnum. Hvað geturðu sagt okkur um það? Hvað er lýðheilsustefna? Af hverju? Akkurat, takk fyrir það, góð spurning. Lýðheilsustefna er kannski svona framhald af því að Reykjanesbær fyrir nokkrum árum skrifar undir samning við embætti landlæknis heilsueflandi samfélag. Næsta skref var svo að velta fyrir sér hvað er heilsueflandi samfélag. Alltaf fullt af sveitarfélögum búin að skrifa undir þennan samning. Svo veltum maður fyrir sér hvað eru þeir að gera og hvað þýðir að vera heilsueflandi samfélag. Reykjanesbær má eiga stórt hrós skilið fyrir það að hafa tekið þetta svolítið svona á næsta level, á næsta svona skref í þessu máli. Og ég byrjaði að vinna hérna fyrir rúmu ári, er ráðin inn sem lýðheilsufræðingur fyrir sveitarfélagið og vinn svona þvert á. Og það sem er svona skemmtilegt við það að Reykjanesbær vill taka þetta heilsueflandi samfélag og gera svona meir úr því og geta sagt við sem heilsueflandi samfélag erum að gera þessa ákveðnu þætti og þannig stuðla að vellíðan og heilsu íbúa í sveitarfélaginu. Rétt áður en ég hef störf þá skrifar sveitarfélagið undir samning við hin sveitarfélögunum Suðurnesjunum og heilbrigðisstofnun Suðurnesja svona samstarfsverkefni að vera heilsueflandi samfélag á Suðurnesjunum. Og það er hópur starfandi innan Suðurnesjana og ég er meðal annars í þeim hóp sem er bara frábært. En lýðheilsustefna er kannski svona framhald af því að hvað ætlum við að gera sem heilsueflandi samfélag. Og þá kemur þessi lýðheilsustefna og hún var einmitt eins og þú sagðir áðan, samþykkt 15. desember á bæjarstjórninni og hún svona miðar svolítið að því, hún er hluti af þessari stefnu sem er til 2030 sem að Reykjanesbær er með og hún tekur svona miðað henni og það sem við ætlum að gera í þessari lýðheilsustefnu er að við ætlum að hafa þetta lifandi stefnu. Það er allt og algengt að í svona stefnumótun og vinnu að það gerð stefna, hún er mjög flott, svo fyrir hún bara inn í skúffu. Og hvað svo? En svo getum við alltaf sagt, við erum hérna með flotta lýðheilsustefnu. En það sem við viljum gera, við viljum hafa hana lifandi og við viljum hafa hana þannig að árlega eru sett markmið og það er tekin ákvörðun það að það er einhver ákveðin þema hverju ári. Eins og núna höfum við ákveðið að geðrækt verði svona aðaláherslan í ár. Og ástæðan fyrir því er að við tökum mið af lýðheilsuvísunum sem embætti landlæknis gefur út árlega fyrir sveitarfélögin og það er hægt að skoða hvað gengur vel, hvað mætti ganga aðeins betur og þannig viljum við svona skoða þá þætti og taka ákvörðun hvert verður þema að hverju ári með því tilliti til þess að annarkvort efla þá þætti sem mættu betur fara eða það sem við viljum gera ennþá betur. Þannig að það er kannski það sem verður svolítið spennandi við þessa lýðheilsustefnu sem Reykjanesbær samþykkti eða bæjarstjórnin. Í hverju er starfið þetta á fólki? Já, starfið mitt er kannski aðalega fólki því að ég held utan þetta heilsueflandi samfélag. Og innan heilsueflandi samfélag eru heilsueflandi skólar, heilsueflandi grunnskólar og leikskólar, framhaldsskólinn sjálfsögðu. Og svo erum við að bíða eftir að heilsueflandi vinnustaðir komi. Það er verið að móta það verkefni innan embætti landlæknis og það er mjög spennandi líka. En það er kannski mitt hlutverk aðalega að halda utan þetta ásamt fullt af mjög spennandi hliðarverkefnum sem eiga sér stað innan sveitarfélagsins. En mitt starf er akkurat það að taka svona mið af því að það sé verið og passa að það sé svona heilsa, bæði andleg, líkamleg og félagsleg, sé tekin til hliðsjónar við ákvörðunartöku og stefnumótun og sá vinkill sé alltaf til staðar. Þannig ég þarf svolítið kannski að halda þeim svona bolta og spjaldi á lofti eins og til dæmis að vera að mynda umhverfisstefnu er það að vera að taka lýðheilsusjónarmið inn. Og það sem er svo frábært er að það er allir svo viljugir og opnir og tilbúnir að leyfa lýðheilsuna að vera þáttur af þessu. Þannig að það er rosalega gott og gaman. Þegar þú talar bætta heilsu og veljan, hvað er verið að tala hvað get ég spurt
bara aðgengi ungmenna til dæmis barna að íþróttaæfingum, svo bara ef ég tek sem dæmi úr íþróttum. Akkurat. Á að gera betur þar, á að hafa aðgengi í fleiri þáttum auðveldara og ódýrari fyrir bæjarbúa? Akkurat, mjög góð spurning. Til dæmis reitt að undirmarkmiðum í lýðheilsustefnunni, það er þetta að tryggja það og hlúa því að til dæmis börn, bæði og ungmenni, sem og aðrir önnur aldurskeið hafi greiðan aðgang að hreyfingu og annarri líkamsrækt og þá til dæmis skipta máli göngustígar til dæmis. Er gott aðgengi að íþróttahúsinu? Geta börnin komið sjálf í íþróttir? Það er alltaf að skutla þeim. Allt þetta skiptir svo miklu máli. Geta þau nálgast auðveldlega að fá sér vatn eða eru þau líklegri til að grípa í gosið? Allir þessi þættir skipta svo miklu máli og hvatagreiðslur og allir þessir þættir skiptir svo rosalega miklu máli og núna til dæmis verið að keyrast á rosalega flott verkefni, þetta Allir með sem margir hafa heyrt af hér. Og það er til dæmis lýðheilsuverkefni í rauninni, að allir fá að vera þáttakendur og það sé verið að passa að öllum líði vel og allir fá að vera með. Þannig að þetta er lýðheilsusjónarmið, það er lýðheilsa spilar svo rosalega við inn í og í rauninni bara alls þar. Og þú passar upp á það að þessi frábæri göngustígur hérna eftir strandlingunni, þú ættir að vera búin að setja upp ykkur að vassana eða bara koma með tillögur það. Já, og það er alveg verið að gera það. Já. Og passa einmitt, væri gaman að það sé góð skilti sem segja að þú lappar héðan og þangað, þá ertu búin að ganga 5 kílómetra og það hefur áhrif á andlega og líkamlega heilsu þína, allt þetta er hvetjandi og svo er eins og með heilsulæsi sem við höfum mikinn áhuga á. Það er að svona auka aðgengi og bara svona upplýsa fólk hvað það getur gert til þess að bera ábyrgð á eigin heilsu og taka skynsamlegar ákvarðanir fyrir sig og þá þurfum við að passa að aðgengi að þeim upplýsingum séu til staðar og það séu einfaldar, en það sé ekki bara þessi langi listi með aukaverkunum þannig að fólki bara fellur hugur á það næri ekki einhvern veginn að gera þetta. Þannig að það er svona okkar svolítið að hafa einmitt auðveldar og aðgengilegar upplýsingar svo fólk getur tekið sínar eigin ákvarðanir. Gengur vel að fá skólan og annað inn í, ég sé að þið eru að tala virka þáttakendur í heilsueflandi verkefnum og það er talað heimsmarkmið í Sameinuðu þjóðanna og annað. Þetta er allt svolítið háleit markmið. Já, það gengur nefnilega mjög vel og við erum með starfandi hóp sem er heilsueflandi skólarnir og það eru til dæmis bara frábæri tengilegir fyrir hvert skóla. Það er verið að búa til heilsustefnu fyrir hvert skóla, fá börnin að borðinu, hvað viljið þið gera, hvað finnst ykkur að við getum gert betur. Og svo hittust við hóparnir og ræðum saman og það er rosalega flottur hópur sem er í því verkefni. Þar koma skólanir að og við viljum til dæmis hafa þá með í ákvarðanatökunni varðandi til dæmis geðrækt sem er núna þema þessu misseri. Hvernig getum við öll saman ákveða þetta markmið skili sér og verði að einhverju, þess að fræja okkar verða einhverju fallegu blómi. Og þá er svo gaman að sjá hvað allir eru einhvern veginn viljugir og samstíga í því að þetta sé til dæmis rétt ákvörðun í að geðrækt sé eitthvað sem við viljum gera betur í. Þannig að, já, algjörlega. En varðandi til dæmis eins og íþróttir, þær eru reyndar svona stór þáttur hjá mörgum í svona heilsueflingu. Það var svona smá mínus, getur við sagt, í þáttöku yngra, bara barna og ungmenna í íþróttum á undanförnum árum. Hefurðu skoðun á því? Já, ég hef það og mér finnst líka gleymast í þessum umræðum er að það skiptir bara svo miklu máli að því að við spyrjum okkur oft hvað er heilsa og þá sjáum við fyrir okkur bara einhvern með stóra vassbrúsa, búin að hlaupa 5 kílómetra alveg kósveittur á fótboltaæfingu. Það er frábært. En það er líka heilsa að líða vel, og það ef barn bara gengur til skóla og það þarf ekkert endilega að vera að æfa einhverja ákveðna íþrótt, svo lengi sem það er kannski einhverju tómstund sem það unnir sér vel í og líður vel í. Að því ef þið líður vel, þá ertu miklu líklegri til að hreyfa þig, þú ert miklu líklegri til að vera þáttakandi og það er þessi skilgreining á hvað er heilbrigði og það er alltaf bara andleg, líkamleg og félagsleg heilsa sem þú þarft að búa við til þess að teljast heilbrigður einstaklingur. Þannig að þetta skiptir allt svo miklu máli. Þannig að barn er í tómstund sem það er ánægt í, þótt það sé ekki einmitt að hlaupa fleiri kílómetra, þá er það bara frábært og þá finnst mér markmiðinu vera náð. Og þetta hefur líka alltaf áhrif á andlega heilsu. Og líkamlega. Af því ef þér líður vel, þá ertu líklegri til þess að fara út og hreyfa þig, til þess að vera þáttakandi í samfélaginu
og allt þetta spilar saman, til þess að borða hollar. Þú veist líklega til að borða hollar að það líður vel, þú veist, þannig að þetta spilar allt saman. Þetta spilar allt saman, já. Og þetta bara það sem bæjarfélag vill leggja meiri áherslu á. Já, og leggur mikið upp úr þessu fjölskylduvæna samfélagi og þetta sé svona fjölmenningarsamfélagi. Þetta allt svo falleg markmið sem að Reykjanesbær hefur. Þú veist, það allir velkomnir, við viljum fá fjölskyldunar að borðinu og viljum að öllum líði vel. Og þetta ekki bara í orði? Ég get ekki séð það, sko. Þannig þetta á borði líka. Algjörlega. Og nýlega búið að auglýsa hvatagreiðslur og annað enn og aftur og hækka þær. Já. Og maður finnur bara eldmóðin í samfélaginu hérna. En núna í kófinu, þú veist, þá eru allir pínu innilokaðir og ekki síst núna í einni bylgjunni. Hvernig ertu með góð ráð handa þeim? Þetta mikil áskorun búin að vera og þetta náttúrulega orðið langt tímabil og það þýðir ekkert bara endilega að segja bara brostu og við slum bara vera jákvæð. Maður þarf líka bara svolítið að segja upp á þetta sé búið að vera erfitt fyrir marga og þetta þetta mikil áskorun. En þá held ég að þetta samstaða og sérstaklega innan sveitafélaga skiptir rosalega miklu máli og fólk upplifi að það sé einhvern veginn svona, fólk sé að standa saman innan samfélagana. Ég held að það skiptir rosalega miklu máli og bara þessi náunga kærleikur. Að við bara svona brosum til hvors annars og sýnum hvor öðru skilning og þó að sjáast kannski ekkert bak á grímuna, ég held að sjáast aðeins svona brosur ykkurinn hjá manni. En það skiptir bara rosalega miklu máli að við séum hérna bara skilningsríkir hvors annars og mætum hvors öðru svolítið í mildi. Bæjarstjórn samþykkti lýðheilsustefnu fyrir Reykjanesbæ í desember 2020. Stefnan verður endurskoðuð árlega en birtir áhersluatriði bæjarstjórnar næstu 10 árin. Meginmarkmið lýðheilsustefnunnar að Reykjanesbær verði heilsueflandi samfélag þar sem að íbúar búa við andlega, líkamlega og félagslega vellíðan. Við vinnum að þessu markmiði með því að styðja við og stuðla að heilsusamlegu og fjölskylduvænu samfélagi en til þess þurfa að vera góðar aðstæður og umhverfi sem hlúa að og efla heilsusamlegt líferni hjá íbúum. Við viljum tryggja þekkingu og upplýsingar varðandi áhrifaþætti heilbrigðis. Við viljum öll vera heilsusamleg en við þurfum fræðslu og við þurfum forvarnir og við þurfum virka íhlutun í sveitafélaginu þannig að allir íbúar geti notið sín og eigi yndislegt líf. Heilsueflandi samfélag snýst það okkur líði öllum vel í Reykjanesbæ. Við þurfum að huga að heilsu hvers og eins, við þurfum að huga að umhverfinu, við þurfum að huga að vinnustöðum, við þurfum að huga því að það sé góður balans á milli vinnu og einkalífs. Við ætlum að hvetja og styðja við heilsueflingu bæjarbúa og samþættingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna sem snúa að heilsu og vellíðan. Við ætlum að sjá til þess að Reykjanesbær og allir leik-, grunn- og framhaldsskólar verði orðnir virkir þáttakendur í heilsueflandi verkefnum embætti landlæknis í lok árs 2021. Geðrækt verður áhersluatriði þar sem unnin verða verkefni lúta að íhlutun, ráðgjöf og fræðslu fyrir alla aldurshópa í sveitafélaginu. Saman erum við heilsueflandi samfélag. My pesa ekosełoho, upese okosełoho. My to assim. Zdrowie publiczne to pójście pobiegać. Você é a inspiração para a nossa saúde pública. Lýðheilsan mín lýðheilsan þín. Tónlistarfólkið Már og Íva eru aftur mætt til leiks með nýtt lag til að létta landsmönnum lundina. Nú það Vinurinn vor, lag sem boðar vorkomu og léttir síðustu sporin í gegnum langan og dimman COVID-vetur. Lagið eftir Má Gunnarsson en textan samdi Engill Bjartur Einarsson. Myndbandið við lagið var svo framleitt hér hjá okkur á Víkurfréttum en það byrjar á smá glens þar sem Laddi kemur við sögu. Njótið. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Óni fyrir eitt fullorðinn? Eitt fullorðinn, það 1000 krónur. Yes, sir. Æ, fyrirgefðu, elskan mín.
Það frítt fyrir fatlaða. Já, ok. Læt ykkur fá armband. Geggjað, takk. Magga. Já. Rosa gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Heyrðu, ratar ekki hérna? Jú, bara ekkert mál. Ok, heyrðu, við sjáumst. Afsakaðu. Ertu ekki að fylgja honum? Ha, hvað meinarðu? Ég meina, þú veist, ertu ekki hérna lið veislanans? Veisla? Hvað er veisla? Æ, ertu ekki fylgdarmanneskjan hans? Nei, við erum bara vinir, sko. Heyrðu, þú ætlar þó ekki að fara að senda drenginn einan í sund? Afsakið, en ég nú alveg fullfær að sjá mig sjálfur, sko. Aha. Hann ekki alveg blindur eða hvað? Jú, en hvernig væri nú bara að láta hann hafa þetta armband, þannig að hann komst í sund. Ok, hérna. Já, hann er gætið minni. Þakka þér, kærlega. Já, yfir það er þarna. Já. Góðan dag. Góðan daginn. Fyrir einn takk. Já. Ég er vanur þessu, sko. Amma mín var nefnilega líka blind. Eða allavega undir það síðasta. Já. Hérna er ska mín. Takk, fyrirkenna. Ja. Er það ekki saman? Jú, ymmit, það er þarna. Takk fyrir. Fyrir fatlaða. Og rökkrið í burtu fer. Þetta sem svart og hvítt, sálina fær vorið þýtt. Af þér virðist paradís, voreyja sem kennd við ís. Betri en Flórít og Kanarí vort ástkæra heimaland. Af því hér logar nóttin skær, skín bjartar en í gær. Dimmur vetur hverfur á braut, þó að langt sé skammdegið, fær vorið ætlegið, að vor og sumar komi hratt, það satt. Fljótt breytist vor í sumar, á litríkum blómum lumar. Tréstiga sæludans og kæta sálum manns. Gullregn og hansarósir, lúpínu toppar ljósir. Himinninn heiðblái, líf á hverju strái. Af því virðist paradís, voreyja sem kennd við Ísland. Hér logar nóttin skær, skín bjartar en í gær. Dimmur vetur hverfur á braut, þó að langt sé skammdegið, fær vorið ætlegið, að vor og sumar komi hratt, það satt. Vænasta jarðarparadís, Ísland úr vetrar dvalarís. Þjóðar ástin á landi ristir djúpt. Stundum stormast að tjóna bort, Íslending sem svo þjóðar gott. Ætíð logar nóttin skær, skín bjartar en í gær. Dimmur vetur hverfur á braut, upp á landsmenn kemur flatt, að vetur hafi kvatt.
Grindavík í sviðsljósunu svo munar þessar mundir og verður líklega næstu daga og kannski vikur eða mánuði. Í þessu þriðja stærsta bæjarfélagi á Suðurnesjum og næsta nágrenni þess má finna margar gönguleiðir og merka staði sem vert að heimsækja, ekki bara á gosstöðvar. Hér beinum við sjónum okkar að svokölluðu Hópsnesi sem myndaðist í gosi fyrir 2800 árum úr gígaröð sem kennd við fellið Sundhnúk og skammt norðan við byggðina í Grindavík. Það teygir sig 2 kílómetra í sjó fram og 1 kílómetri á breidd og skilur að Járngerðarstaðavík að vestanverðu og Hraunsvík að austanverðu. Hópsnesi nefnist þó Þórkollustaðanes að austanverðu. Hafnarskilyrði í Grindavík eru góð vegna þessa hraunreynslis og lóns eða hópsins sem var til við nesið þegar sjór tók að brjóta hraunið og flytja til laust efni. Ef nesins nyti ekki við erfitt að sjá fyrir sér byggð í Grindavík. Það því svo að eitt 4 byggðarlaga á Reykjanesskaga á tilvist sína að þakka gossprungu í eldstöðvakerfi sem enn virt eins og komið hefur svo bersýnilega í ljós að undanförnu. Fyrrilhluti 20. aldar var blómatími byggðar og útgerðar á nesinu. Þá gerðu margir árabátar og síðar vélbátar út frá Þórkollustaðanesi. Víða má sjá minjar byggðina sem nú horfin, svo sem innsiglingarvörður, fiskbyrgi, íshús, fiskhús, lifrarbræðslu og salthús. Útgerð fluttist á þann stað sem nú Grindavíkurhöfn árið 1939. Þá gróf hópur atorkusamra Grindvíkinga í sundur rifið sem hindraði bátagengd inn í hópið. Hópsnesviti var byggður árið 1928. Í dag nesið vinsælt til útivistar og liggur það göngu- og hjólaleið sem skemmtilegt að fara á góðum degi og fá söguna sem æpir á mann hvert sem litið þegar farið nesið. Og þá yfir í núverandi gos í Geldingadölum. Jón Hilmarsson, ljósmyndari úr Reykjanesbæ, 1000 landsmanna sem sótt hefur gosið heim, fyrst á öðrum degi en síðan nokkrum dögum síðar. Hér myndskeið frá Jóni með tónlist frá konu hans Alexandru Tsernesjóvu.
leið og við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra fjölmiðla Víkurfrétta. Við erum að frétta vaktinni á Víkurfréttavefnum www.vf.is alla daga. Við gleðjum kylfinga með nýjum golffréttum á hverjum degi og þá gefum við út vikulegt fréttablað sem við dreifum frítt á Suðurnesjum og á netinu. Sjáumst á vikuliðinni, farið varlega í páskafríinu. Gleðilega páska!